Já, komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég Guðmundur Ingi og í þessum þáttum ætlum við að fjalla alla hliðar fangelsismála. Hvað erum við að gera rétt, hvað erum við að gera rangt og hvert stefnum við? Í þættinum í dag ætlum við að ræða lyfja- og vímuefnavanda fanga í fangelsum landsins og verndar. Hann er mættur hérna aftur til mín í settið að Þráinn Faresveit. En hann er öllum hnútum kunnugur í þessum málum. Vertu velkomin, Þráinn. Já, takk fyrir það. Við ætlum að fara inn á jarðsprengjusvæði og ræða mjög viðkvæmt mál, vímuefni og lyfjamál í fangelsum. Hvernig endurspeglast þessi vandi í fangelsunum í skjólstæðingum verndar? Sko, það er auðvitað í mörgum tilvikum auðvitað mjög eðlilegt að menn fái lyf og eru undir læknishöndum vegna vanda sem þeir eru staddir í og ekkert af því. Það er hins vegar bæði magnið og fjöldi sem að oft setur spurningamerki við það hvað er verið að gera og þá líka bara getu þeirra sem inn á vernd koma til þess að uppfylla þessi skilyrði sem inn á vernd, að það er að menn þurfa að vera í virkni, 8 tíma á dag og þá er það vinna eða starfsendurhæfing, meðferð eða skóli. Og ef menn eru auðvitað á miklum lyfjum þá getur þetta verið mjög erfitt og nánast stundum er það bara þannig að það er eiginlega útilokað að ætla mönnum að uppfylla þessi skilyrði í þessum kringumstæðum. En lyfjavandinn inn í fangelsunum er auðvitað og endurspeglast auðvitað því. Við tökum alltaf svona tékk á öllum sem að í gegnum vernd fara og þá spurjum við vímuefnin, hvort það séu sterar, lyfjamál og og þar á meðal er ein spurningin telur að lyf skapi þannig vanda í fangelsunum að hann sé mjög mikill og það er bara 60% af þeim sem í gegnum fangelsi fara sem telja raunverulega lyf hafi bara mjög alvarlegar afleiðingar inn í fangelsunum og á þá sem eru þá samferða þeim í gegnum refsivistina. Þannig að ég held að maður þurfi líka að spyrja sig að því af hverju er verið að nota svona mikið af lyfjum. Og mér finnst til dæmis ekkert skrítið að ef mér liði mjög illa og ég væri við þær aðstæður þar sem að væri bara mjög ófullnægjandi aðstæður og ég þyrfti nú svona kannski að og vildi deyfa mig fyrir þeirri staðreynd, þá er auðvitað þetta aðal og besti kosturinn í þeirri leið. Já, lyfjamálin hafa alltaf verið svolítið vandamál. Þetta hefur samt breyst mikið á síðustu árum. Ég man til dæmis fyrir, áratug eða meira þá var auðvitað kannabis miklu meira og það voru hörðefni líka sem eru auðvitað ennþá í dag en þetta hefur færst svolítið mikið í lyf. Hvaða lyf eru þetta sem eru svona mest? Það eru, við sjáum auðvitað bara svona geðdeyfðarlyf, svo oft kemur til dæmis eins og það sem er undir flokki lyfja undir flogaveikin, svo gabapentin og ofvirknislyf sem að lengi vel voru bönnuð í sjálfu sér en hafa í rauninni fengið þau gildi að það sé sem sagt forsvaranlegt og bara mjög gott að maður ekki geti verið á þeim og síðan er þetta svona bara, þetta nú svona það sem maður sér mest af á þessum, en svo er þetta auðvitað allavegana. Það eru auðvitað þannig líka einstaklingar sem er komið í gegn, þetta er hópur sem er mjög svona fjölbreyttur og með mjög fjölbreyttan vanda. En ég held að fyrst og fremst er það að við þær aðstæður sem maður þá leita maður í eitthvað til þess að deyfa sig fyrir aðstæðan og þess vegna eru lyfin svona stór hluti af þeirri neyslu sem í fangelsunum eru. Það er miklu minna raunverulega utanaðkomandi lyf, efni sem sagt. Og ef að menn er að smygla inn, þá eru menn að smygla lyfjum. Og eitt lyf sem við náttúrulega vitum höfum rætt oft
Suboxone, það er það lyf sem kemur að þeirra sögn oftast inn í fangelsið utanfrá. Hvernig, ég verði að grípa fram í, hvað Suboxone er óbúslega gott lyf fyrir þá sem þurfa á því að halda og það segja helstu sérfræðingar en vandamálið þar er kannski misnotkunin, það er sem sagt lyfin eru tekin inn öðruvísi heldur en á að taka þau inn og svo er verið að selja þau en nú er þetta lyf til dæmis sem að ekki margir geta skrifað út eða þarf að segja að þessu dreift bara frá einum aðila eða tveimur og það eru mjög margir orðnir á þessu lyfi í fangelsinu en samt er þetta að koma mikið inn í fangelsinu utanfrá. Hvernig stendur á því? Sko það er auðvitað, ég hef oft lýst áhyggjum mínum af þessu að svona eining 8 milligram af svona efni selst í bænum á okkur 3-4 krónur og inn í fangelsunum getur þú fengið svona 16.000-24.000 krónur fyrir það. Og það gefur alveg auga leið að þetta úrvalsvara fyrir akkurat þennan hóp. Ég þekki ekki vímuna af því en ég hef heyrt að víman sé mikil og erfið og ég hins vegar á því að lyfið sé nauðsynlegt fyrir vissan hóp af einstaklingum. Það er aðalega það sem ég get gagnrýnt þetta bara, það er inntakan en ekki efnið. Og af hverju segi inntakan? Jú, það er vegna þess að efnið er til í sprautuformi og viðhaldsmeðferð sem þessi með forðasprautu er alveg nauðsynleg fyrir þennan hóp og ég hef verið með einstaklingar sem að hafa í rauninni aldrei komist þessa leið en hafa fengið að koma eftir að ég eða vend breytti áherslur í þessum málum og margir af þessum strákum hafa blómstrað en vandinn er hins vegar alltaf þessi samt í staðar að það eru lyf sem hefur verið að afgreiða sem fara svo í annað. Það eru auðvitað, menn eru háðir peningum og ef þú getur fengið pening fyrir eitthvað sem þú ert með í höndunum þá gera menn það óháð því hvar þeir eru staddir hugarfarslega í sínum bataferli eða í vegferð í lífinu. Sumir segja að þetta sé mjög öflugt lyf og í raun bara líknandi meðferð í raun og veru en aðrir segja að nei, þetta er viðhaldsmeðferð. Ég veit að þú ert nú í framkvæmdastjórn SÁÁ og þeir hafa svolítið verið gagnrýndir fyrir þessi lyf og þeir eru þeir sem skrifa út þessi lyf líka. Er eitthvað hægt að kenna SÁÁ þennan vanda í fangelsunum eða hvernig? Nei, ég held að sko verið að horfa á þetta og líka bara, þú veist, hvaða önnur lyf væru við að misnota? Þú veist, ef við ætlum að deyfa okkur, hvað færi þá inn í staðinn? Eða hvað væru menn að nota? Þannig að það er í sjálfum sér kannski erfitt að kenna lyfinu sem slíku Ég er á því að ef það væri fleiri sem væru í viðhaldsmeðferð og lyfi væri minna í umferð, þá myndu fleiri sko halda þessu sko til streitu að vera sem sagt í forðasprautu meðferð heldur en í þessu sem við sjáum svo vel fyrir okkur sko að einstaklingar sem eru á þessari vegferð sem eru svona búin að vera í afbrotum, mikilli neyslu að hluti af hegðunarvandanum eru auðvitað þessi að það eru auðvitað að vera í einhverju sem að getur hagnast þeim og leið út komið með eitthvað í hendurnar eins og þetta þar sem þú færð alltaf einhvern skamt með einhverjum reglum millivili að þá er áhættan fyrir samfélagið, ekki kannski fyrir það sem er að nota meiri, af því það eru auðvitað sjálfgefið og ég auðvitað veit það, af því ég auðvitað tala þessu stráka, þeir segja mér nú bara það sem ég vil spyrja það að þá er freistingin svo mikil að reyna að hafa einhvern peninguppbyggi og annað ef að það ber undir sko. Og þannig er eiginlega, og ég nýs að segja sko, að það er inntakan, það er ekki efnið. Þetta er til sérst í forðalyfum, þetta er forðalyf sem að er eða ekki, það er semst búið að gefa heimild fyrir notkun á forðasprautum. Heimildin nær til mjög fárra og ég veit að SÁÁ og sjúkrahúsið það sér auðvitað fyrir sér að þetta verði auðvitað þannig eingöngu.
Á meðan að lyfið svona dýrt og hömlum háð, þá þetta verið að reyna að hjálpa þeim ópíóíðasjúklingum sem eru vestfarnir með því að hjálpa þeim með þessu efni. Og ég skil það vel, en auðvitað myndi ég vilja, en það bara ekki þannig í heiminum, en við vitum það að þetta tekur oft tíma og það tekur auðvitað mörg líf á meðan, en á meðan að við getum séð fyrir okkur þetta verði, þá ég nokkuð sáttur á að og við það að ég ætla ekki að banna einstaklingum sem eru á þessu lyfi að koma á vernd. Af því að ég tel bara reynsla okkar að því sé svo að það hjálpið mönnum meira heldur en hitt. En við erum að eiga ekki bara við lyf í fangelsunum, en nú Spice til dæmis mjög útbreitt í fangelsunum og stór hættulegt ef við að kalla það lyf eða einhvers konar vímuefni. Lyfjablöndu. Þar eru menn bara hreinlega að fara í krampaköst og fá hjartastopp og þetta stór hættulegt. Hvernig snýr þetta vernd til dæmis? Hafið þið orðið var við þennan vanda því að nú verða menn kannski háðir þessu í fangelsum, koma síðan út og á vernd og þetta mikill vandi? Við höfum fengið svona bylgjur. Það hafa komið svona hópur manna sem við höfum ekki ráðið við. Það mjög erfitt að mæla þetta efni líka. Og þetta svona gervi kannabíóðar. Það eru ykkur 200 mismunandi efni sem geta búið til grunninn í þessu, þannig að það mjög erfitt að mæla. Þó þú hafir einhverja forsendur fyrir því að mæla þetta efni, þá getur bara verið búið að breyta því á morgun, þannig að það mjög erfitt að elta. En ástandið á einstaklingum sem taka þetta inn eiginlega svona víma sem bara eiginlega mjög erfitt að útskýra og líka þá að spyrja sig af hverju menn að taka það inn. Því að víman svo skrítin með að við aðra önnur vímuefni, þar að hvernig einstaklingur verður við að taka þetta inn. Mér sagt að sé stæðstu hóparnir sem neytendahópurinn sem notar Spice eru fangar og heimilislausir. Það svona stæðsti hópurinn í þessu. Mér langar svolítið að bakka alveg til, 2007. Jú, 2007. Þá held ég aðal vandinn í fangelsum hafi verið kannabis eða sem sagt hass. Það ári var gerð einhvers konar herör átak gegn vægum efnum í fangelsunum eða bara öllum efnum í raun og veru og það voru mörgu breytt, það voru fengnir hundar og það voru leitir nætur og lögreglan kom og það var byrjað að strippa heimsóknargesti og einhverju hluta vegna náðu þeir að útrýma hassi í fangelsunum. En á sama tíma þá byrjuðu fangar að reyna að finna eitthvað annað sem auðveldara að smygla, fer minna fyrir, mæli styttri tíma í þvægi. Þetta svona einhvern veginn hefðin, þeir alltaf verið að reyna að finna eitthvað nýtt og sem mælist ekki og þannig virkar þetta svolítið inn í fangelsunum. Menn alltaf að hugsa fram í tíman og reyna að finna eitthvað nýtt Já, og ég held að þetta hafi orðið til þess að staðan versnaði mikið og í raun og veru hafi myndast bara hættu ástand í fangelsunum á undanförnum árum með þessu nýju lyfjum og fíkniefnum. Við höfum stundur sagt að við sjáum fram í tíman, sem sagt þegar eitthvað verður vinsælt í fangelsunum, að þá kannski ári seinna verður það vinsælt út í samfélaginu. Er það ekki eitthvað sem getur verið sammála? Jú, það er líka þessi breyting LSD-var vandamál líka einu sinni. Það var mjög hættulegt og það tók þessan tíma þá til að menn áttuðu sig á því hversu hættulegt það var og menn voru að smygla því inn í fangelsin með svona í bókum og dropum og blöðum og einhverjum stöfum og svona. Og það sama með þetta Spice. Víman skelfileg og það líka kannski spurningin þetta munin á hassinu og þessari vímu, hvort að þeir sem að nota Spice myndu yfir höfuð nota hass að því að þetta eins og með vinningana í spilakössunum að þeir eru búin að fá stóra þá viltu alltaf fá stóra vinning að það sé alltaf verið að leita eftir það kannski ekki endilega víman sjálf eða að vera stabíl á stöði eða olíu eða grasi eitthvað slíku
heldur það sko hvernig kikkið þú veist, hversu mikið, af því að eins og ég var að segja á hana, að ég skil ekki alveg sko forsendurnar á bakvið það að fara í vímu og vera kannski bara með niðurgang og gubbandi á sama tíma vegna þess að þú ert búin að fá eitthvað í líkamann sem að gefur eitthvað 5-10 mínútna skot og ástandi í rauninni þannig, ég skal bara lýsa því að ég hef verið með menn sem að hafa í rauninni verið algjörlega ótalandi, alveg þurft vegg til stuðnings og ekki nokkuð leið að tala við hann og þeir hafa eiginlega aktað svona bara eins og svona einhverjir sambi og svo bara 5 mínútur seinna þá viðkomandi orðin eins og hann var áður, 10 mínútur, bara þetta fer inn og fer út og en víman svona hrikaleg og menn eru greinilega eins að stundum verður þetta þannig að menn bara æla og fá niðurgang og þetta þannig að ef maður horfir á vímuna sem slíka þá skilur maður ekki hvað það sem eftirsóknarvert við hana, en það skilur þetta enginn sem ekki fíkill. En afstaða hefur barist í mörg ár við að fá leyfð þessi viðeigandi líf, ef við getum kallað það svo, sem sagt að hver og einn sé metinn, farið yfir hans mál og hann fái sín viðeigandi líf og mörg af þessu lyfjum hefur verið á bannlista landlæknis og við svona höfum reynt að skýra frá því að hvernig hægt að ætlast til þess að maður sem fær ekki viðeigandi lyf geti lært eða haga sig vel eða tekið á sínum málum. Þetta er búið að vera mikið af þessu lyfjum bara búið að vera bönnuð í lengri tíma en núna er komið geðheilbrigðisteymi sem er teymi sem að heilbrigðisráðherra skipaði fyrir 1 ári rúmlega síðan og þeir eru farnir að leyfa sum þessara lyfja aftur og þannig að þeir í raun og veru tóku bannlista landlæknis og breyttu því í svona viðmiðunarlista kannski, kalla það svo. Hvað finnst þér þetta? Mér finnst bara, ég búin að hitta þau komu til mín daginn og áttum bara frábært samtal og það aldrei þannig að allir getur verið alveg sammála eitthvað en ég á því að þetta hluti af öllu þessu sem við erum að horfa á í svona samfellu þessara afplánunar og þeir sem í fangelsi fara eiga auðvitað einhver staðar undir högg að sækja og ef ég skoða bara tölfræðinu okkur þá þetta flestir þessi sem fara í gegn eru einstaklingar sem að rétt hafa slefað eða ekki slefað í grunnskóla, hafa byrjað í framhaldsskóla, dottið út úr honum og eins og ég sagði áðan, flestir eru með lesblindu, talnablindu, ADHD eða aðra þætti sem að hafa hamlað þeim til menntunar og til þess að fá frumkvæði og þannig að það er vissulega þannig að þetta þarf auðvitað allt kerfið þarf að tala saman en það má ekki heldur verða þannig að það hindri eins og ég sagði við þau að þegar að menn ef ég heimila þá þarf að heimildin að fylgja mönnum þar að segja ef það er heimild fyrir notkun á einhverju í fangelsunum þá má það ekki torvelda því að einhver komist í meðferð þú skilur að lyfin eða inntakan verði ekki svo tappi í áframhaldandi viðurkenning á því að maðurinn sé að gera rétt af því að einhverjir staðir taki ekki við einstaklingum eins og Vernd þurftir að gera fyrir mörgum árum síðan að taka ákvörðun það að hætta að hafa svona sterkar skoðanir á því hvernig þetta verður gert heldur að stíga þessa samfellu saman við það sem verið að gera inn í kerfinu. Þið tókuð ekki við lengi mönnum sem að voru þeim svo Súpersson en breyttu því síðan og hafi verið með það undanfarið. En hvað það var bara frábært skref og það var auðvitað tappi eins og ég var að lýsa mætti ekki vera. Við bjuggum til tappa fyrir það að einstaklingar sem voru mjög illa staddir sem þurftu virkilega að komast áfram og höfðu enga getu til þess að komast áfram öðru sem heldur að vera á þessu lífi að þeir komust og spjöruðu sig bara mjög vel og ég segi það að því ég var með einn einstakling sem hefur nú bara verið í fangelsi í áratugi elst upp og bara búin að vera alveg markeraður af sínu lífi
hann kom til mín og var hjá mér og hann kláraði nú ekki, en hann var örugglega í besta standi frá því hann var fæddist. Þar að segja á meðan hann var hjá mér. Stundaði vinnu, alltaf vaknaði fyrstur, alltaf með, alltaf jákvæður. Svo þetta þekkjum við, þú veist. En þessi mikli vandi, vímuefna og lyfjavandi inn í fangelsum, er þetta ekki orsök eða afleiðing af refsistefnu sem við erum með, því að fangelsin eru geymsla, það er ekkert að kalla þetta annað en geymslu vegna þess að það er ekki unnið markvisst með þeim sem eru þarna inni og meðan að svona stór hópur hefur ekkert að gera, það er meirihluti fanga atvinnulausir, það er enga tómstund eða mjög lítið af tómstundum, lítið tími til íþróttaiðkunar, skóli er takmarkaður og það er svo lítið að vera að menn leita í eitthvað til að breyta tímanum eða og hafa bara kannski ekkert annað að gera og fá ekki viðandi meðferðir við sínum málum og þannig að er þetta ekki bara eðlilegt að þetta gerist þegar við erum með svona kerfi? Jú, það er það sem ég sagði hérna sko, þegar okkur líður illa, bara við sem einstaklingar, mér eins og öllum öðrum, að þá er maður eiginlega kannski ekki eins hæfur til þess að leita sér aðstoðar heldur. Þú veist, þá er maður kannski bara á þeim stað að maður vill helst bara ekki gera neitt. Og hvað þá þegar maður er inn í fangelsi. En hins vegar held ég sko að það sé í rauninni alveg hægt að búa til kerfi þar sem að menn eru raunverulega fúsari til þess að vera með heldur en á móti. Og það hefur sýnt sig eins og vernd að einstaklingar sem hafa ekki unnið, hafa aldrei farið í skóla eða þegar þeir koma á vernd, þá skyndilega eru menn tilbúinir að gera alls konar hluti og vera þáttakendur í alls konar málum. Þetta eru sömu einstaklingar sem hafa verið inn í fangelsi og hafa stundum verið í rosalegum mótþróa og bara verið mjög erfiðir gegnum fangelsvistina. En ég ætlaði að spyrja, sko, það var næsta spurning, sko, hvað getum við gert til að laga? Það er það sem ég hef lagt tillögu fram eins og þú þekkir, það er það að það er ekki bara þetta að geta skrúa skrúu eða saga spýtu eða rifið utan af vírum, sko. Það sko, til þess að skapa frumkvæði að hvata, þá þarf það að haldast í við allt sem við erum tilbúin að gera. Að fá greitt fyrir að saga spýtu, ef þú ferð á jóga, þá áttu að fá sama. Ef þú tekur þátt í tengjum Wim Hof eitthvað, labba á fjöll fyrir ofan sogn. Þú veist, sami tími, sama kaup. Og ég er alveg viss um það að ég gæti togað sko meiri hlutan af öllum mönnunum á sogni með mér í fjallgöngu, í kælingu. En þú ert að tala bara einhvers konar gulrótarkerfi sem þarf að draga menn í láta að taka þátt í svona, bara koma til rútínu. Að þeir fái frumkvæðið þegar að þú sækir á vernd. Þá færð þú þetta val sjálfur. Það er þú sem velur og þú getur sagt, nei, ég vil ekki koma og allt það. Og þannig virkar kerfið mikið betur af því að þegar þú sem einstaklingur færð valið, það er þú sem velur. Það er ekki ég sem seti. Þú velur að koma til mín og þú velur vinnuna eða skólan og við skrifum undir samning. Þar með þú komið með valdið yfir því sem þú ætlar að gera. Og eina sem ég segi við þig, Guðmundur, það er þú veist hver stefnan ef þú brýtur reglurnar þá veistu að það er algjörlega upp á þína krít og menn standa sig svona. Og þetta er raun og veru þær tillögur sem að við lögðum fram til Fangelsismálastofnunar hvernig á að breyta kannski og lokuðu fangelsunum og vera svo með opið fangelsi sem er á sama tíma meðferðar og meðferðarfangelsi eða endurhæfingarfangelsi í raun og veru sem að og menn geti valið sína leið í fangavistinni. Já, klárlega. Þannig að þetta voru loka orðin hjá okkur. Takk aftur fyrir komuna og ég á örugglega eftir að hringja í þig aftur. Takk fyrir það.